Nú hittum við í gær þegar að þú taldir vera að fara að hitta 12 ára stelpu. Þú ert búin að vera að tala við okkur í yfir 3 mánuði sem 3 stelpur á þessum aldri. Hvað ertu búin að stunda þetta lengi? Það kannski svona 4, 5, kannski 6 mánuðir. Hversu ungar þá? Þær hafa, sko, þetta nú það yngsta. Uppgefið. Sko, ég fer þarna inn á engamál.is og bara fyrsta ári kannski 1,5 og bara að spjalla við fólk svona á mínum aldri. Svo eins og ég sagði, sko, þá bara spennan fyrir að aukast það leyti sem að ég hætti að vinna. Maður lendir í ákveðinni krísu, sko, félagslegri krísu. Hvað langt síðan það var? Það eru nokkur ár sem ég hætti. Hvenær byrjaðir á að tala við ungt fólk? Hálft ár, eitthvað svoleiðis. Hvað heldur það sé mikið af? Af því sem ég tala við? Það nú ekki stór hluti. Hvað heldur það sé margir aðilar? Gætu verið svona 5, kannski 6 aðilar. 6 aðilar, 6, kannski 8. Nú komstu nánast í hvert einasta skipti sem að við skráðum okkur inn á forrit, þá komst þú inn og byrjaði að tala við okkur sem þessar 3 stelpur. Eigum við að trúa því að þessar 3 séu meiri hlutin af þeim sem þú hafa verið að tala við? Já. Kannski, við getum sagt svona helmingur af þeim sem ég talaði við. Heldur að fólk trúi því? Ég veit það ekki. Það verður náttúrulega að gera það upp fyrir sig. Maður réð ekkert við þetta. Maður fór og ég byrjaði að bæta við. Það gætu verið svona 3 mánuði, þú mátt alveg vera yngri. Sendi skilaboð og svo þú mátt alveg vera yngri. En nú kemur fram í samtölum okkar við að þú beinlinni segir 14 ára stelpu að hún sé of kvenleg, þú viljir stelpulega stelpur. Já. Já, það alveg hárrétt hjá þér. Því ætla ég ekkert að neita. Þú marg ítrekar að þú sért mikið fyrir ungar stelpur. Já, ungar stelpur, stelpulega stelpur. Og talið berst niður í stúlku allt niður í 9 ára aldur. Já, það ekki rétt. Ég hef kannski skrifað það, en ég hef ekki... Við sögðum við þig að við vildum hitta þig sem 12 ára stelpa og við þyrftum að vera með 9 ára frænku okkar með. Og þú sagðist vera tilbúin til að hitta þær báðar og spurðir beinlínis hvort að svo 9 ára mætti vera með. Já, en svo ef þú hefðir lesið lengra, þá tók ég hana nú út. Það gerður ekki neitt? Jú. Í samtalenu við okkur segiru að þú sért ekki tilbúin til þess að eiga við hana mög vegna þess að þú sért hræddur og komist ekki inn í hana en þú viljir eiga við hana munnmög. Já, svo tek ég hana nú út seinna. En ertu ekki sestur hérna hjá okkur til þess að segja hlutina bara eins og þeir eru? Jú. Ég enda neita ég þess ekki sem þú fullyrðir. En ég sagði, tók það síðan út að ég vildi ekki að hafa hana með. En í þessum samtölum kemur ítrekka fram eitthvað sem eiginlega ekkert hægt að skilja öðruvís en sem barnagirnd. Nei, það kenni ég alveg. Hvað ertu búin að vera haldin henni lengi? Ég sé ekki haldin henni. Hvernig réttlega? Ég held sko að þetta sé bara spennufíkn. Nú eru margir með spennufíkn sem að gæti ekki hugsa sér að vera með 12, 13, 14, 11, 9 ára börn. Nei, en það held ég geti fullyrt að ég myndi aldrei gera það. Þú mætir á staðinn í gær til að hitta 12 ára stelpu og umræðan hefur ítrekað ekki einu sinni og ekki tvisvar verið að tilstandi að fara í kynferðislega leiki með. Ég tala líka það við þessa stelpu að ég sækist eftir vináttu, hvort hún sé einmana. Nú erum við að tala þáttinn. Þú segir, en við skulum líka hafa það með. Ef leyfum mér aðeins að spyrja þig, þá segir núna áðan að þú heldur að þú hefðir aldrei gert slíkt, en enga síður mættir á staðinn í gær til að gera slíkt. Já. Nei. Sko, ef þú lest þá tala ég að við munum hittast og kannski keyra upp í Öskjuhlíð og spjalla saman. Það margoft þar á undan hefur ég neita því ekki. Á kynferðislegum nótum. Nei. Þú lýsir þessum hugarheimi fyrir fólki, af því að ég held að flestir geta ómögulega skilið hann.
Það raunverulega engin hugarheimur. Þetta bara gegndarlaus spenna. Og þetta svo mikið spenna að maður hættur að ráða við hana. Hvernig lýsir það sér? Þetta alveg hreint eins og spilafíkill, drykkjumaður. Og ég alveg samferður það allavega hvað mig varðar, að þá ég félagslega nánast í félagslegri einangrun eftir vinnu, því það allt búið af því að mér finnst, og þá ég að leita eitthvað til þess að fá upp einhverja svörun einhver staðar frá. Þú búin að senda okkur myndir af barnaklámi, af hverju var svo mynd? Það bara eitthvað sem ég hef annarkvort fundið á netinu eða mér verið sendt. Af hverju? Af þessum... Nú ég að tala við þú sendur okkur mynd af barni í kynferðislegum athöfnum. Hvar fékkstu þá mynd? Þú segir að þessi mynd af vinniðum. Já, það bara ekki rétt hjá mér. Hvaðan kemur svo mynd? Ég hef fengið hana eitthvað staðar. Ég þyrfti að sjá hana til þess að ég gæti svara því. Manstu ekki eftir þessari mynd? Nei, ekkert sérstaklega. Sendur svona mikið af svona myndum? Nei, en ég fekk tölvöld af myndum. Af hverju manstu þá ekki eftir? Ég bara manna það ekki. Flestir myndu muna að þeir hefðu sendt mynd af barni í kynferðislegum leik ef þeir teldu sig ekki vera með barnakind. Já, ég manna það ekki því miður. Tala myndina sem þú varst búin að senda okkur, en meina þessi hér. Já, þessa veit ég hvar ég fekk. Hvaðan kemur þessi mynd og hvaða mynd þetta? Sá sem að senda mér þessa mynd kallaði sig Gunnar. Hann býr í Vesturbænum bak við Elliheimili Grund. Hvernig komst í samskipti við hann? Það var stúlka sem ég var að spjalla við og hann hafði eitthvað sérstakt lag á því að komast í kynni við svona unga stelpur sem voru í Hagaskóla. Hvernig komst þú í kynni við þennan mann? Hún gaf mér upp mailið hans. Og hvað, sendir þú þá á hann baðst hann að vera í sambandi við þig? Já, ég spjallaði og hún kom okkur saman og ég hef ekkert spjallað við hann núna í meirinn ár eða ég veit ekki hvað. Hvernig spjallaður við hann? Það var oftast nær að hann var að senda mér svona myndir. Ég veit hins vegar að stúlkan sem kom mér í samband við hann sagði að hann leitaði á mikið af stelpum 12, 13, 14, 15 ára og ég spurði hann út í það og hann staðfesti það. Af hverjum þessi mynd? Ég veit það ekki. Hann sagði mér það aldrei. Þetta einhver sem að hann hafi rekist á í gegnum einhverja sem hann var. Hann notaði stelpur sem hann náði í að koma sér í samband við einhver aðra stelpur og fekk þær til að senda á sig myndir, nektarmyndir og svo til þess að hitta sig. Síðan leta þær koma heim til sín. Byrjar á því að brjóta þær niður. Annað komst ég að þetta taka upp. Annað komst ég að sem ég veit heldur ekkert hvort það sagt eða logið. Að það væri starfræktur einhver klámhringur sem væri mjög leynilegur. Reyndir að komast inn í þennan klámhring? Nei, ég veit ekkert meir um það. Þú lítur að reynda að komast inn í hann? Ég hafði engin tök á því, Reyndir það? Nei, ég reyndi það ekkert, sérstaklega. Þú beraðir því í vefmyndavél og helst að hinum meðan á línunni væri 12 ára stelpa. Já. Hvaða hugsanir fari í gegn hjá þér áður en þú gerir þetta? Það engin af þessum stúlkum þarna inni sem gefur upp réttan aldur. Það allar 19 ára. Stelpunnar sem við erum að ræðum. Já, en ekki inn á einkamálum. Nei, en nú að því við erum hér til þess að ræða
það sem okkur fór á milli, þú ítrekað og þér var fullkunnugt það að þú áttir að vera að tala við 12 ára stúlku. Já. Ekki 19 ára. Ekki í upphafi þetta 19 ára. Síðan þegar við förum að tala inn á MSN eða þú veist Messenger, að þá það segja það sinn rétta aldur eða þá því í þessu tilfelli. Þú slærði ekki sem maður sem að eyðrast mikið eða mikið að hugsa sinn gang. Þú ert mjög mikið í að réttlæta þig. Já, það getur vel verið. Þá bara bjóst ég afsökunar á því. Bauðst til þess að kaupa 12 ára stúlkubarn? Bauðst ég? Já. Hefur gerst líkt? Nei, aldrei. Og ég hef aldrei hitt neina af þessu neti. Hversu nóttið þú frumkvæða því að spurja hvort að manneskjan væri að selja sig? Þessi 12 ára. Jú, ég spurði hvort hún ætlaði virkilega að fara út í að sölu. Nei, þú spyrð að selja. Já, spyrði það, já. Og býðst mér sér til þess að skaupa fyrir það. Það getur alveg verið, ég maður þetta ekki svona ákválega. En myndirnar af ungum íslenskum stúlkum meðal annars einni 11 ára stelpu sem þú segir að sé 5 leikum í Hafnarfirði, hver hún? Það ein af þeim sem að ég var í sambandi við. Hversu langt gekk það? Það gekk ekkert langt, það var búið, þú veist, það var bara spjall og svo búið. Þið hefur vantilega langað til að hitta hana eins og allar þær stelpur sem við byggum til? Það kom aldrei til. Reyndirðu það? Nei, það er umsett. Þú segir í samtalunum við okkur ítrekað að þú hafi verið með fleiri en einu barnu undir lögaldri, oftar en einu sinni. Já, það er ekki rétt. Ég hef aldrei verið það, þó ég hafi sagt það. Af hverju sagðirðu það þá? Það er þessi spennufíll að ganga í augun á, eða þú veist, vilja vera meiri en maður er. Það hefur verið mikil umfjöllun í samfélaginu núna síðustu vikurnar. Já. Hafði það engin áhrif á þig? Jú. Hvernig? En bara því miður ekki nóg til þess að ég stoppaði. En ef fíknin og girndin er þetta sterk, er þá ekki nokkuð eðlilegt að fólk ályktir sem svo að þú hljótir að hafa gert eitthvað í þessu? Ég hef aldrei gert það. Er ekki eðlilegt að fólk álykti það? Jú. Hvað finnst þér barnanýðingarnir sem hafa verið í umræðinni? Já, í umræðinni. Hvað skoðun hefur á þeim? Bara að þetta eru veikir einstaklingar, alveg svo ég. Hvernig leiðir þér og vissur varst búin að gangi í gildur í gerð? Vistu það, mér bara létti. Af hverju? Undir niðri. Af hverju? Þetta var náttúrulega líður mann illa og allt það sko, en undir niðri er þess að get ég stoppað þetta. Ég gat það ekki áður. Ertu giftur? Já. Hver lengi? Hvað, ekki 40-45 ár. Þykir þið vænt konuna þeirna? Sjálfsögðu, en það er alveg nákvæmlega eins og samband sem er búin að vara lengi, það er svona af gamlu vana. Hugsar ekkert hana þegar þú ert að gera þetta? Jú. Og hvað hugsar þá? Ég sé að gera henni illt. Hvað heldur að henni myndi finnast þetta ef hún myndi vita þetta? Það eru bara skilnaður. Það er ekkert flóknara en það. Áttu börn? Já. Mörg? 2. Barnabörn? Já, 5. Hefurðu girnst þau? Nei. Aldrei. Hvað hugsar þú myndir setja þig þau spora maður á þínum aldrei væri í samskonar samskiptum við barnabörnin eins og þú ert búin að vera í? Ég myndi fyrirlíta hann. Þannig að þú múin að umgangast ung börn, bæði börnið þínu og barnabörn. Jú. Hugsar ekkert þau þegar þú ert að gera það? Mér þetta er alveg svakalegt ef ég yrði settur út úr fjölskyldunni sem dæmi ef þetta kæmist upp þá yrði bara svartnætti. Þú ert bara að hugsa sjálfa þig? Já. Ég er það alveg rétt. Hugsar ekkert börnin eða barnabörn? Ekki með ég að þessu en ég hugsar bara þína eigin vanlíðan? Já. Þú ert bara að hugsa þína eigin vanlíðan og hræðslu við afleiðingar að við uppum komist. Já. Heldur þú þá að þú byrjir ekki bráða svo aftur eftir ákveðin tíma? Nei,
Hvað ætlar að gera til að breyta þessu? Já, þú lofaðir að hjálpa mér. Heldur þú sér tilbúin að taka við aðstoð? Já. Verður þú ekki fyrst að viðurkenna á sitt haldin barnakind? Jú, en ég sé gera það alveg. Já, ég myndi aldrei leggjast með börnum. Þú gekkst það langt í gær að þú varst tilbúin til að hitta barn. Ég veit það, en ég myndi aldrei gera það í praxís. Hvað heldur þú þá að hefði gerst eða hefði komið 12 ára stelpa á bílastæði í gær? Ég bara veit ekki, ég myndi ekki hafa leitað á hana. Ég veit það veit ég. Ég veit það. Ég sagði ráðan að ég væri á mjög sterkum lyfjum og þú getur fengið það staðfest ef þú vilt og það gerir það að ég get ekki haft samfarir. Og það er búið að vera svona í 11-12 ár. Búin að fá bæði stinningalyf og annað og það virkar ekki. En þú ert að klæmast við börn? Já, það líti ég á sem ákvæmna bara spennu. Rís þér hold? Nei. Mér hefur ekki risið hold í sennilega 10 til 12 ár. Þú slærð mig, verði að segja, eftir þetta samtal eins og maður sem er ekki mjög mikið að reyna að breyta sér. Þú ert mjög upptekinn af því að tala um aðra og réttlæti. Já, að ég mun breytast. Hvað myndir þú vilja segja við fólk sem er að horfa á þetta? Ég látið ykkur vera víti til varnaðar. Hugsið ekki að þessu nótum.